Viðræður Bandaríkjanna og Írans í Sviss í dag þóttu ganga vel. Hótanir Trumps vörpuðu þó skugga á. 93 ára kona slasaðist illa þegar hún datt fram fyrir sig úr hjólastól á illa farinni gangstétt í Grafarvogi. Ítrekað hefur verið kallað eftir að stéttin verði lagfærð án árangurs. Gangstétt ónýt. Nýtt íslenskt fyrirtæki býður upp á fjöldakaup á íbúðum með magnafslætti. Eigandinn segir tímabært að almenningur fái sömu kjör og fjárfestar úr stærri félög. Vinsæll hellir á Þingvöllum hefur lokast að hluta vegna grjóthruns. Hellirinn myndaði áður löng göng sem hægt var að ganga í gegnum, en nú aðeins hægt að komast inn öðru megin. Mesta dillirófan, bjartasta brosið, sætasti nebbinn og mikilfenglegustu hundakúnstinnar voru verðlaunaðar á gæludýramessu í Borgarfirði í dag. Komið sæl. Trump hótaði Írönum enn harðari árásum en áður á sama tíma og samningafundir sendinefnda þeirra og Bandaríkjanna stóð í Sviss í dag. Íranar segjast þrátt fyrir þetta ætla að halda viðræðunum áfram. Fulltrúar stjórnvalda í Pakistan og Katar höfðu það hlutverk í Sviss í dag að miðla málum milli Bandaríkjanna og Írans. Ríkin hafa gefið sér 60 daga til að skipuleggja útfærslu og samkomulagi til að leysa deilumál ríkjanna eftir að Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. febrúar. The question before us now is how much more can we accomplish together? Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can happen. Meðan sendinefndir ræddu saman í Sviss í dag var ekki beint friðartónn í Trump. Hann skrifaði á samfélagsmiðla að Íran yrði strax að stöðva vandræði sem hálaunaðir fulltrúar landsins í Líbanon væru að valda og átti þar við Hezbollah. Trump hótaði enn harðari árásum á Íran en áður. Eitt helsta bitbeinið í viðræðunum hefur verið árásir Ísraelsers á Líbanon. Varaforseti Bandaríkjanna sagði að þokast hefði í þá átt að tryggja vopnahlé þar. Einnig rætt opnun Hormúsunds. Þrátt fyrir hótanir Trumps virðast viðræðurnar vera á réttri leið og verður haldið áfram að óbreyttu. Aðalsamningamaður Írana hvatti Bandaríkjamenn til að gæta orða sinna og sagði Írana reiðubúna að svara árásum Bandaríkjanna á annan hátt en áður. Forseti Írans lýsti því yfir í dag að einhugur væri meðal stjórnvalda að halda viðræðum við Bandaríkin áfram. Kona á tíræðisaldri slasaðist illa þegar hún féll úr hjólastól sínum á illa farinni gangstétt í Langarima í Grafarvogi. Ættingjar hennar þakka fyrir að ekki fór verr og segja gangstéttina slysagildru sem lengi hafi verið varað við án árangurs. Að keyra mig og lenti hún í hólu og ég hendist bara á andlitið. Sofía býr á hjúkrunarheimilinu Eyr í Grafarvogi og var á leið í klippingu með dóttur sinni sem ók hjólastólnum. Ég kom sérstætt akandi hérna með hjólastólinn og búin að vera alveg frá Eyr og hérna bara steypist hún fram fyrir sig í brotinu. Ég sá ekki sko því ég náttúrulega fyrir aftan og þetta virtist verið í lagi. Og hérna bara steypist hún beint á andlitið. Hún satt bara hérna á gangstéttinni og alblóðug og þau hringdi á sjúkrabíl og hjálpuðu mér að stumra yfir henni og kom fólk hérna úr næstu húsum, lítill strákur með klaka í poka til að setja á. Já, kom allir hlaupandi og margir lenti þessu sama sko. Gangstétt ónýt.
Íbúar í hverfinu segjast hafa sent ítrekkaðar athugasemdir á borgina og óskað eftir að gangstéttin verði lagfærð, en hún er illa sprungin á löngum kafla og hefur verið í mörg ár. Kona sem býr hérna sagðist hafa sendt 6 eða 7 erindi, bara hún, á borgina og þessu alltaf að þeir myndu kannski líta á þetta þegar þeir hefðu tíma. En það hefði ekkert gerst, en krakkar hefðu dottið hérna bæði á rafmagnslaupahjólum, á reiðhjólum, fólk með barnakerrur og ég sá einn skrifa að hann hefði keyrt hérna í grasinu, barnavagni, því að hann væri búinn að lenda í óhappi. Þeir töluðu nágrannir að það hafi oft verið kvartað yfir þessari gangstétt. 20 sinnum. Svo lýsa. Þetta var ekkert nýtt. Þetta er borgin. Engin svör. Sigurlaug og systkini hennar vona að slysið verði til þess að borgin bæti úr, hlusti á íbúa og lagfæri illa farnar gangstéttir sem eru víða og skapa hættu. Ef þeir fá athugasemdir, þá hlýtur að vera ástæða til að skoða málið og gera eitthvað. Ekki bara hér heldur bara allstaðar þar sem að gangstéttarnar eru svona, þá eru þetta slysagildra. Ertu fegin að ekki fór verr? Er það eitthvað sem hefur hvarflað að þér? Já. Ég fegi því. Íslenskt fyrirtæki hyggst færa almenningi aðgang að afsláttarkjörum á húsnæðismarkaði sem hafa aðalega verið á færi fjárfesta og stærri kaupenda. Íbúðakaupendur sameinast fjöldakaup og fá þannig hópafslátt. Þeir sem að eldri eru kannski muna eftir hópkaupstilboðum á sjónvörpum. Fjöldakaupstilboði virkjast þegar x margar íbúðir eru seldar. Það er hugmyndafræðin. Því fleiri íbúðir, því betri verð. Þessi leið er ný í fasteignaviðskiptum hér á landi en þekkist annars staðar. Kaupendur skrá sig á vefsíðu fyrirtækisins, setja þar inn verðflokk sem hentar og óska staðsetningu. Fasteignasalinn semur svo við verktaka magn og verð. Þegar gengið hefur verið frá kaupum geta kaupendur skoðað eignirnar og hver og einn velur íbúð. Ef 2 eða fleiri velja þá sömu er notast við hlutkesti og sá sem lítur í lægri hlut velur þá aðra eða hættir við. Kauptilboð allra virkjast þegar ákveðin lágmarksfjöldi íbúða selst. Já, hérna til dæmis samþykkti seljandinn hér sem á þetta hús að samþykkja kauptilboði 10 íbúðir. Það var samkomulag okkar á milli ef myndu 5 seljast í þessu húsi af þessum 10, þá myndu virkjast lægri verð til kaupanda. Núna standa samkvæmt talningum opinberra aðila 1.400 til 500 íbúðir sem eru tilbúnar til þess að fá nýja eigendur. Ég held sé akkurat rétti tíminn fyrir svona. Mögulega verður þetta bara hluti af framtíðin í fasteignaviðskiptum. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur óskað eftir kynningu á fyrirkomulaginu. Yfirhagfræðingur hjá HMS segir jákvætt að til séu fjölbreyttar leiðir fyrir kaupendur og seljendur að ná saman. Eitt af því sem einkennir markaði núna er að nýbyggingar seljast illa. Því er kannski eitthvað svigrúm þarna fyrir einhverjar aðra lausnir en það sem eru nú þegar í boði á fasteignamarkaðnum. Hvernig áhrif heldur að þetta gæti haft á fasteignamarkaðinn á Íslandi? Nú, að öðru óbreyttu þá myndi þetta kannski gera fleirum kleift að geta keypt íbúðir og þannig gætu fleiri nýjar íbúðir selst. Ólíkir frambjóðendur keppast forsetaembættið í Kólumbíu í seinni umferð kosninga í dag. Annar vill semja við glæpahópa að leggja niður vopn en hinn vill taka hart á þeim og byggja 10 öryggisfangelsi. Talið er að mjótt verði á munum milli þeirra Ivan Cepeda og Abelardo de la Espriella. Sá síðarnefndi er þó með aðeins meira fylgi samkvæmt könnunum. Glæpatíðni í landinu hefur aukist og öryggisgæslan á kjördag mikil. De la Espriella er nýliði í stjórnmálum og hægri ás stjórnmálana. Hann kallar sig tíkurinn og vill hætta viðræðum við vopnaða hópa og senda herinn gegn þeim. Þá heitir hann því að byggja 10 öryggisfangelsi í frumskóginum. Í öryggisskyni er hann á bakvið skothelt gler á kosningafundum. Ivan Cepeda er þingmaður á vinstri ásnum.
Hann ætlar að halda áfram á sömu braut og fráfarandi forseti og ganga til viðræðina við vopnaða hópa í von að koma í veg fyrir mannfall. A este momento decisivo y esta coyuntura electoral muy dividida, hay unos niveles de polarización extremadamente altos y fueron evidentes en la primera vuelta con las elecciones, básicamente dos polos que se están consolidando y se están disputando el poder ejecutivo de los próximos 4 años. Glæpaaldan hefur haft áhrif á daglegt líf almennings og mannrán, bílsprengjur og morð eru tíð. Mótmæli gegn hvalveiðum fóru fram við Reykjavíkurhöfn í dag. Formaður Hvalavina segir sorglegt að Ísland sé eitt af 3 löndum í heiminum sem ekki fordæmi hvalveiðar. Hvalveiðar eitthvað sem öll ríki heims utan við 3 fordæma og mér finnst mjög sorglegt að við ætlum að vera eina af þessum 3 sem að halda þessu áfram vegna þess að einn maður ákveður að hann vilji það. Það hlýtur að vera að ríkisstjórn Ísland hafi meiri völd heldur en Kristján Loftsson. 5 samtök stóðu að friðsömum mótmælum við Reykjavíkurhöfn í dag. Fólkið hittist í Hafnarhúsinu fyrir mótmælin til að útbúa skilti. Formaður Hvalavina segir ekki forsvaranlegt að drepa dýr á svo ómannúðlegan máta eins og gert við hvalveiðar. Dauðastríðið geti tekið margar klukkustundir. Þess vegna þetta bara brot á okkar lögum og ég tel að ríkisstjórnin beri ábyrgð á að stöðva þetta. Það er þeirra hlutverk. Á fimmtudag kom aðgerðarsinnin Hólmsteinn Harðarson sér fyrir í mastri Hvals 9 til að koma í veg fyrir að skipið sigldi út til að veiða. Skipið lagði af stað með Hólmsteinn um borð eftir að hann var skráður sem farþegi án hans samþykkis. Hólmsteinn varð mjög kaldur. Þegar við fórum hérna fyrst þá held ég að þetta er bara smá hringur til að hræða mig. Ég var hræddur allan tíman. Þannig að það held bara áfram að aukast með tímanum. Hólmsteinn segist hafa haft málstaðinn hugfastan í erfiðum aðstæðum. Þegar ég set mig í einhver svona stöðu að þá get ég sett mig í spor hvalna sem eru líka að upplifa ótta og þar er raunverulega lífshætta. Hvalveiðiskip Hvals HF héldu til veiða á föstudagskvöld. Ekkert hefur veiðst enn samkvæmt því sem Fréttastofa kemst næst. Hitabylgja hefur gengið yfir nokkur Evrópuríki í vikunni. Víða á Ítalíu var rauð viðvörun og sums staðar fór hitinn í næstum 40 gráður. Á Spáni verða rauðar og appelsínugular viðvaranir á morgun og hinn. Eins er mikill hiti í Portúgal. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin lýsti því yfir á dögunum að yfir 200.000 manns hefðu látist vegna hita í Evrópu síðustu 4 ár og að hægt hefði verið að koma í veg fyrir flest dauðsföllin. Í sumum héruðum Frakklands hefur verið bannað að neyta áfengis á almannafæri því áfengi getur aukið vökvatap. Je vais totalement boire des bières demain, quitte à me faire arrêter. On sait que ça va pas marcher cette interdiction. Pourquoi? Je sais pas, en vrai, on peut pas vraiment interdire tout le monde de boire dans les rues de Paris. Sobre todo con la calor que hace, no queda otra que venirse aquí. Nos hemos mojado mucho porque hace mucha calor. Sin sábanas, ventilador y en el día con algo que refresque porque si no, no hay forma de tolerarlo. Gjábakkahellir á Þingvöllum hefur lokast að hluta vegna grjóthruns. Hellirinn var áður opinn í báða enda. En nú er einungis hægt að komast inn öðru megin. Ekki liggur fyrir hvenær hrunið varð eða hvers vegna. Hellirinn nýtur vaxandi vinsælda, ekki síst meðal erlendra ferðamanna sem gera sér það að leika ganga þá hér í gegnum hellinn og koma upp hinum megin. En nú virðist sem að það sé ekki lengur hægt. Það var einhverju góðir leiðsögumenn sem var komið hér að í fyrradag eða í vikunni og uppgötvuðu það að syðri endin á hellinum það hefði orðið grjóthrun þannig að það er víst ekki fært í gegn. Eitthvað er að ferðaþjónustu aðilar bjóðu upp á ferðir í Gjábakkahelli. Þá er nauðsynlegt að vera með góð höfuðljós þar sem hellirinn þrengist eftir því sem innra er farið og myndar 360 metra löng göng. Það hefur verið mjög vinsælt undanfarin ár að fara hérna niður í þetta op og svo feta sig eftir honum og koma upp hinum megin við veginn í raun og veru. Ekki liggur fyrir hvenær þetta gerðist en talið að það hafi verið nýlega. Mildi þykir að enginn hafi orðið undir grjótinu.
Við þurfum eitthvað að rýna þetta svona þegar við höfum tíma í það. Heldur það komið til þess að þið þurfum jafnvel eitthvað að takmarka aðgengi á honum? Já, við gerum það nú kannski helst með þá í samstarfi við ykkur sem að til slíkra hella þekkja. Til tals hefur komið að fela utanaðkomandi rekstur og aðgengi að hellinum. Það er náttúrulega ákveðið útboðsmál og skilgreina hæfni og kröfur og hvaða aðbúnar á að vera hérna. Nú er þessi staður svolítið fjarri öllum innviðum formlegum, það er erfitt að koma staðanum, en leiðir heldur ekki rafmagn eða nokkur aðstæða til þess að byggja eitthvað fast upp. Í ár er alþjóðlegt ár kvenbóndans og af því tilefni stóð smáspunaverksmiðjan Uppspuni í Ásarhreppi fyrir hönnunarsamkeppni á lopapeysum fyrir kvenbændur. 24 peysur bárust í keppnina. Það ríkti mikið spenna á meðal fólks sem kom við á bænum Lækjatún í Ásarhreppi í gær þar sem Uppspuni er líka með sína starfsemi en þar var hægt að skoða lopapeysurnar 24 áður en úrslitin voru tilkynnt af sérstakri dómnefnd. Og það var heilmikið spenna þegar úrslitin voru tilkynnt. Já, í 3. sæti var kartöflupeysan svokallaða og í öðru sæti var peysa sem kallast Þjóðblómið og peysan sem sigraði keppnina heitir Í uppsveitum en sú sem hannaði hana og prjónaði heitir Helga Linnett og býr í Hafnarfirði. Auk þess var frumlegasta peysan verðlaunuð og gestir í Lækjatúni völdu líka sína uppáhaldspeysu. Heyrðu, hún er bara eiginlega hugsuð fyrir íslenskar konur í raun og veru og gerður einföldum plötulopa og hugsunin var svo að hún geti bærið verið fínleg og líka hlý lopapeysa og ég náði að skapa bæði. Ég vona uppskriftin fá að njóta sín og fá að vera gefin út. Hvernig skýrur hennar mikla áhuga á prjónaskap á Íslandi? Það er bara alveg endalaus áhugi á prjónaskap og að nýta öllina og það sem er í kringum okkur. Þannig að leita aftur til fortíðar og búa til sitt eigið, bæði skapandi og róandi. Þannig að það er gefandi á svo margan hátt. Þú ætlar að halda áfram að prjóna? Að sjálfsögðu. Það var amen eftir efninu í gæludýramessu út í skógi skammt frá Borgarnesi í dag og að messulokinni var efnt til gæludýraleika. Einkunnir eru fólkvangur vinsælt útivistarsvæði skammt ofan við hesthúsabyggðina í Borgarnesi. Þar gengur saman til messu í dag bæði tvífættir og ferfættir. Við höfum reynt að vera með gæludýramessu í Borgarnesi og það var mikið fjör og mikið læti. En náttúrulega þegar var búið að syngja þá var klappað alveg svakalega og þá fóru hundarnir að gelta alveg svakalega þannig að það var mikið hamagangur og ég finn bara að það er allt miklu slakara þegar við erum hérna utandyra. Og eigendurnir náttúrulega slakari þegar dýrin eru slakari, það er bara þannig. Og hvað heitir þessi? Þetta er Embla. Þetta er Embla. Og hvað heitir þinn? Hæ Rán. Og Fróði fór út í bílaðins. Þessi staður, hann er náttúrulega, þetta er svona kirkjuígildi, svona að segja. Já, þetta eru fallegustu kirkjur sem við komumst í. Það er yndislegt þegar athafnir geta verið utandyra. Og má búast kannski við fleiri messum hér í einhverjum. Já, ef veðrið heldur áfram að vera svona, þá auðvitað, færum við þetta allt saman út. Hundunum okkar er alveg sama hvort við erum búin að taka til í herbygginu. Hundunum okkar er alveg sama hvort við höfum átt hræðilegan dag í skólanum. Hundar einokuðu gæludýramessuna í dag, en ekkert bólað á köttum eða gullfiskum. Eftir síðasta amennið þá leiddu hundaeigendur saman hunda sína á sérstökum gæludýraleikum. Þar voru meðal annars veitt verðlaun fyrir mestu dillirófuna, sömuleiðis fyrir bjartasta brosið, sætasta nebban og mikilfenglegustu hundakúnstirnar. Það var Skógræktarfélag Borgarfjarðar sem skipulagði leikana, en gæludýramessan var svo fyrsta í sumarmessuröð kirknanna í Borgarfirði. Þú skal gelta ef þú hefur létta lund. Þú skal gelta ef þú hefur létta lund. Þú skal gelta allan daginn svo það heyrist út bæinn. Þú skal gelta allan daginn létta lund. Og þá veðri. Það verða stöku skúrir í kvöld. Í nótt og morgun má svo búast við skúrum víða land. Vindur nær sér þó lítið á strik en það verður hæg suðlæg átt á morgun og hiti verður yfirleitt 8 til 15 stig. En nánar veðrið að loknum íþróttum. Spennan á heimsmeistaramóti karla í fótbolta heldur áfram. Spánverjar mættu Sádi-Arabíu í markaleik síðdegis. Ílói Rúm, markvörður Curaçao, var stjarna næturinnar þegar liðið tryggði sitt fyrsta stig á HM. Keppt var á Íslandsmóti í götuhjólreiðum og í holukeppni helgina. Og Kristín Þórhallsdóttir vann til bronsverðlauna á HM í klassískum kraftlyftingum. Þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum.
Og áður en við kveðjum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Spennan á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Viðræður Bandaríkjanna og Írans í Sviss í dag þóttu ganga vel. Hótanir Trumps vörpuðu þó skugga á. 93 ára kona slasaðist illa þegar hún datt fram fyrir sig úr hjólastól á illa farinni gangstétt í Grafarvogi. Ítrekað hefur verið kallað eftir að stéttin verði lagfærð án árangurs. Gangstétt ónýtt. Nýtt íslenskt fyrirtæki býður upp á fjöldakaup á fasteignum með magnafslætti. Eigandinn segir tímabært að almenningur fái sömu kjör og fjárfestar úr stærri félög. Mesta dillirófan, bjartasta brosið, sætasti nebbin og mikilfenglegustu hundakúnstirnar voru verðlaunaðar á gæludýramessu í Borgarfirði í dag. Og þá þessi fréttatími á enda. Við segjum ykkur fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo erum við á vaktinni allan sólarhringinn á ruv.is. En við kveðum ykkur í kvöld með myndum sem Jóhannes Jónsson tók af Snæfellsnesi í vikunni. Við þökkum ykkur samfylgdin helgina. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Í þáttunum Steinsnar frá þjóðvegi fjallað náttúru, sögu og menningu á léttan hátt. Örn Árnason leikari leiðsögumaður í þessum ferðum, en